Nú að skoða frumtölur eða prímtölur og samsettar tölur. Þetta mikilvægt að átta sig svolítið á muninu þarna og hjálpar mjög til í framhaldinu í stærðfræðinni. Frumtala náttúruleg tala sem stærri en 1 og ekki margfeldi tveggja smærri náttúrulegra talna. Við erum aðeins að tala heilatölur í plús, positíva tölur, ekki tugabrót eða neitt þannig, eða tölur í mínus. Þannig að við skulum skoða dæmi hvort að talan 3 sé frumtala eða samsett tala, og athugum við fyrst með margfeldi. Við sjáum að talan 3 verður þá, getum við sett niður í 1 og 3 eða 1 sinni 3. 1 sinni 3, það ekki til neitt annað margfeldi af tölunni 3 heldur en talan 1 og talan 3. Þannig að það gefur okkur það að talan 3 frumtala. Og skoðum þá töluna 5. Þá athugum með öll möguleg margfeldi af tölunni 5, og það prófum fyrst 1 og 5 eða 1 sinni 5, og það í rauninni ekkert annað sem að þar virkar. Það bara engar aðra tölur sem þarna ganga upp í 5, þannig að talan 5 frumtala, og hann segir að hún deilanleg bara með sjálfri sér og tölunni 1, 5 deilt með 1 þá 5, og það ekkert annað sem við finnum þar. En skoðum aðeins töluna 35, og þá getum við sett það í 1 og 1 sinni 35 eru 35, og svo skoðum við einhver fleiri möguleg margfeldi af tölunni 35, og þá sjáum við það að bæði 5 og 7, 5 sinnum 7 eru 35. Þannig að þessi tala 35 samsett tala. Það eru fleiri möguleg margfeldi heldur en bara 1 sinnum 35 eða 1 og 35, og það aðrir þættir þarna en 1 og 35 sem eru til staðar, 5 sinnum 7, og því þetta samsett tala. Þannig að þarna mjög gott að átta sig svolítið á muninu þarna á, og átta sig á samhengi talnanna í þessu tilviki.